Já, Þorleifur, til hamingju með annað sætið í val á langhlaupar ársins. Takk fyrir það. Hvað þú ert nú búin að leggja örugglega töluvert á þig á síðasta ári til þess að ná þessum árangri sem þú náðir eins og í bakkanslaupunum. Já, þetta nú svona kannski meira öll hinn árun undan. Þetta náttúrulega Já. Þvílík en jú, seinasta ári var ansi stórt. Já, þú ert náttúrulega ekki að byrja á síðasta ári, þú ert náttúrulega búin að leggja inn í mörg ár. Já, það er náttúrulega það sem þarf í svona gríðarlega löng hlaup, það er að vinna í mörg ár og hækka. Já. Hvað segðu mér, hvernig er svona þetta ár, hvað svona plön ertu með? Ertu ætlar að fókusera aftur á bakkanslaupin eða langaði til að taka eitthvað annað núna? Sko ég ætla svo fer náttúrulega Laugaveginn í sumar, ég er búinn að gera það síðustu 14 árin, þannig að ég er að fara hún í 15. skipti í röð, það er svona bara fast. Já. Síðan er með því að sigra í október, þá fékk ég þátttökurétt á heimsmeistarakeppninni í bakkanslaupum sem er í næsta október. Já. Og þannig að það er svona aðalmarkmiðið með árinu, það er október sem er í Tennessee og keppa þar. Síðan er ég að fara líka í mæ, þá er ég að fara í bakkanslaup í Þýskalandi og þar verða svona margir þetta er svona invite only og þar verða mjög margir þessum bestu bakkanslaupurum og þar verður til dæmis Mari líka. Já. Og þar er tækifæri fyrir þá sem er ekki komnir inn á heimsmeistarakeppnina, tækifæri fyrir þá að vinna sér inn og það er rauninni tekið af bara heimslistanum og þú þarft svona talið að það þurfi svona 60 hringi kannski núna til þess að komast inn á heimsmeistarakeppnina. Já, göturhlaupin, ég meina, er það eitthvað sem þú ert náttúrulega búin að hlaupa lengi sko, en ertu í rauninni búin að leggja þau svolítið til hliðar á meðan þessu? Nei, ekkert þannig séð, en ég hef alltaf verið í göturhlaupum líka og tekið maraþon og 10 og það er alveg bara, það er ekkert svona á dagskrá allavega neitt sérstaklega sko, nema bara mæti þessu sem eru Powerade og svo bara hinn og þessi sem eru. Já, en fókusun er í rauninni bakkanslaupin og utan með hlaupin? Já, það er svona það sem er alltaf númer 1, 2, 3 og skemmtilegast. Já. Herru, frábært Þorleifur, bara til hamingju aftur, gangi þér vel. Takk fyrir það.